Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni komin góður gestur, það Rakel Adolfsdóttir. Hún fagstjóri Kvennasögusafns Íslands og líka sagnfræðingur og skjalavörður. Og ég eiginlega búin að vera á höttunum að fá því í spjall svolítið lengi því að það eiginlega orðið þannig að Kvennasögusafnið orðið virkilega svona eins og hálfgerð miðstöð bara fyrir flotta viðburði. Og það svo oft einhverjir spennandi viðburðir eins og bara á Valentínusardaginn var ástarbréfa dagur, var ekki? Jú, takk fyrir, en gaman að heyra. Og dagbókadagur og alls konar spennandi. Akkurat, það og mér finnst, Kvennasögusafnið á Landsbókasafni í Þjóðbókleðinni og þetta er svo skemmtilegt hús og gaman að reyna að gera eitthvað og það líka bara á þessum tíma svo virkilega mikilvægt að við komum saman og hittumst og deilum hugmyndum og sköpum eitthvað. Núna svo kallar kvennaár og mjög mikið áhugaverðum viðburðum sem við ætlum einmitt að vera í tengslum við Rauðaborðið á árinu en í fyrra, eða var það hitti fyrra þegar var þarna viðburðurinn verið að minnast rauðsokku. Já, akkurat, já. Viðburðarins mikla, mótmæla og þá var mikið í gangi hjá þér, var það ekki? Jú, við vann með svona ykkurum félögum úr auðsökarhefingunni. Þær komu til mín og vildi gera vef upplýsing á skjalavef og svo voru þær svona mjög lýðræðislega eins og þær vinna að svona skrifa söguna sína, og svo voru við með skjölin sem eru geymd á Kvennasögusafni og settum þetta fram og þetta á vefnum og í kjölfarið voru við einmitt með opnun á vefnum, málþing og fleira þannig en þær líka eru oft svolítið hissa, þær líta ekki á sig endilega sem sigurvegara sögunar þó svo margt sem þær voru berjast fyrir náðu þær í gegn í dag Og þannig að þú segir ekki, það eru sumir sem hafa verið að gagnrýna að þetta séu konurnar sem voru rauðsokkurnar þá og voru að berjast að þær séu núna bara orðnar svona borgaralegar með kampavinsklaus og séu að skála fyrir því allt sé komið í höfn. Nei, þær eru mest að berjast og þær upplifi ég að þær eru ennþá bara einhvern veginn áfullu og mjög meðvitaðar einhvern veginn þar sem á eftir að gera og þær vildu svolítið líta öxl hvernig var ástandi 1970 þegar það byrjuði og hvernig var þetta 2020 þegar við vorum að skrifa vefinn og hvað gerast það á milli. Og þú ert með erinda morgun, er það ekki? Kvennasögusafnið lítur öxl og lítur þá alla leið til þessa tíma, hvað 1970-75? 1975, já, það þá var svona kvennaár og Sameinuðu þjóðirnar höfðu boðað það og það var kvenna áratugur í kjölfarið. Já, og svo getur við neitt hvað áhrif það hafði en Kvennasögusafn Íslands var líka stofnað 1. janúar 1975 í heimahúsi á 4. hæð blokk á Hjarðarhæðunum og konu á eftirlaunaaldri og Önnu Sigurðardóttur og svo að bókasafnsfræðingum 2 sem voru aðeins yngri en hún. Þannig að það var svona fyrsta aðgerðin eða fyrsta sem að gerðist á árinu og var óslega mikilvægt fyrir þær að það væri heimili fyrir sögu kvenna sem að var svolítið grafin og fölsu með þögninni og þær vildu leiðrétta það. Þannig og svo í júní 75 stór kvennaráðstefna og svo kvennafrídagurinn sem sprettur upp frá því. Þannig að þetta er svona furðulega sambland af eins og þitt starf og þetta starf svona sambland af því að lítum öxli mitt og grúska í gömlum skjölum og skoða hvað vantar og þannig og kalla eftir skjölum og svo hins vegar að vera bara virkilega í samtímanum og réttlætinu og horfa fram á við. Akkurat. Hvað og það til dæmis svolítið fyndið að ég sá í viðtali við því að þá talar þú að sum af þessum skjölum séu skemmtileg því að þar séu sum baráttumál orðin úreldi eða þessi orðin sjálfsögð eins og dagvistunarmál og þetta bara nokkur ára viðtal en svo síðan viðtali var tekið þá er eiginlega þannig að dagvistunarmáli ekkert alveg gefin staðreynd. Nei, akkurat og þetta svona, þetta eins og sjórin þetta svona öldugangum að þetta fyrir fram og tilbaka og það líka svo oft sem að það verið að reyna að toga sögulega staðrendir og söguna og nýta orðin og einhvern veginn til að
þú veist, jafnvel lít okkur aftur sko. Þannig að hérna veita því viðnám já, svolítið mikilvægt og sagan og söguskoðun þetta bara öflugt tæki í raun, þannig að hérna og tæki og þetta er alltaf sem að ég svona tekst á við, þú veist hversu mikið má nota söguna, þú veist, hvernig það hægt en eins og ég sé það fyrir mér þá já, það bara svona mikið valdfólkið í því, þú veist, að hver segir söguna og hvað sögur eru að segja. Og hélstu, þegar þú tókstu þessu starfi fagstjóra Kvennasögusafns Íslands, hélstu kannski þú væri bara mest að fara að raða einhverjum skjölum og merkja ég byrjaði mest á því að raða skjölum, vita hvað skjöl eru til og svoleiðis, nei, en ég líka vel með þetta að það væri að segja söguna en núna svona hef ég verið samt að þú veist algjörlega skilgreina þú veist það kemur úr grasrótinni en hluta á opinberri stofnun hvað þýðir það og hvernig hægt að vera áfram einhvers konar talskonar grasrótirinnar og hérna og þá líka alls konar félagasamtök alveg hægri vinstri upp og niður og þú veist trúið ekki trúið þú veist allt þetta þarf að rýmast innan Kvennasögusafn finnst mér þannig við þurfum að hafa heilstæðar sko að reyna að ná einhverju sín á þetta. Eru þið að kalla eftir sko gögnum? Já. Þú ert með einhvers konar eða reynir að fá einhvers konar yfirsýn einmitt yfir það hvar eru gloppur og... Já, ég reyni að gera lista, ég maður alls konar lista og hvar eru gloppur, hvað vantar, hvar mögulega getur að verið, að hafa samband en það samt svo takmarkað því svo ég bara einmanneskja með þetta allt, takmarka hvað hægt að gera í því en svo líka vita þú veist hvað inn á handritasafni sem líka landsbókasafni eða leikuminjasafni sem það líka eða hvað inn á þjóðskjalasafni, héraðsskjalasafnunum þú veist ætlunin heldur ekki að öll skjalasafn veri kvenmannslaus og allt komið á Kvennasögusafn þetta líka vita hvar það Já, það bara í raunverulega í skráningunni þannig að í skráningunni hjá þér að þá ef einhver allar að skoða eitthvað tímabil að þá fari þessi saga, þessi hin sagan sem er oft einmitt svolítið gleymd að því hún er kannski bara í einhverju héraðsskjalasafni og hefur ekki eins og verið getið hana í aðalskráni eða svolítið þú ert að reyna að bæta það líka svona, Já, að bæta það og vera í góðu samtali og hérna við aðra og svo líka sko eitt að það tekur alveg ofslega langa tíma að skrá þessu skjöl þannig þegar skjöl kom inn þá þarf að skrá því þá farið bara svona vinnslulínu og þá, þú veist, hvað er það sem kemst að í vinnslulínunni hvað þú veist, það, þú veist Nóbelsskáldið skilur, eða það verkakonan þú veist, hvað við að setja og þú veist, það hefur sögurskoðun náttúrulega breyst mjög mikið en við erum náttúrulega með Elku Björnsdóttur til dæmis og dagbækur hennar og svona en Kvennasögusafn líka, þú veist, þannig þar ég að passa að skráningin á skjölum hvernig fari ofar og þú veist að skjöl kvenna sé ekki falin í og kona hans sem var mjög oft áður og ég held að allir sem eru vinnum með skjöl í dag viti það sko reyna að setja nöfn kvennana alveg inn í skjalaskránna En ertu þá alveg eins að kalla eftir og taka móti sko engaskjalasöfnum og persónulegum gögnum? Já, alveg, já. Þetta er mér finnst Kvennasögusafn heimili félagasamtakana. Það er stór partur af þessu, en einstaklingarnir skipta alveg jafn miklu máli. Þannig að ég algjörlega kalla eftir þeim og ég alveg með, þú veist, nokkra svona dálka og úrskalista, en svo líka ég með að þú veist, ég get kannski, þú veist, það konur sem ég get nafngreint og beðið þess voru formin félagsamtaka eða gerði eitthvað sköruðu fram úr, en ég vil líka fá vinnukonunnar og verkakonurnar og fóstururnar og þú veist, bakarana og allt þetta sem kannski erfið að nafngreina, þannig að vonandi mér finnst bara það hvernig sem sé til sem rými að þá treysti fólki að það geti komið eitthvað með skjölin Finnst þið fólk almennt svona vita þetta safn? Ekki svo mikið, ég er nefnilega ánægð verið komið þetta því bara nýlega kom kona til mín og vill rannsaka þá kvenna í einhverju ákveðnum ángar samfélagsins en hún hefði bara heyrt að ég hún vissi ekki að vera til og það voru bara verið að minnast á það í samstöðunni á Kvennasögusafni og þá bara í kjölfari komur og það er líka það að vera ein þú veist það er bara svo já þú veist það að reyna að ná út og fá fólk til að vita af þessu er náttúrulega stór partur af Og líka kannski að fá fólk til að átta sig á því að þótt eitthvað heiti safn að þá er það ekki eitthvað svona fast sko eins og sýningarrými bara það sem er nú þegar búið til söguna og verið að sýna hana heldur er þetta stöðugt sko ferli það sem er þakklátt að fólk taki þátt í sko. Akkurat og það er líka svolítið með íslenskuna að þetta heitir allt safn
og maður ekki að koma inn og halda þetta sé eins og þjóðminjasafn nema bara fyrir sögukvenna sem var reyndar væri alveg gaman en á ensku notu orðið archives, collections, museums fleiri orð, en við segjum bara safn, þetta bara allt safn þannig en jú, þannig að þetta lifandi safn og við erum að safna ennþá skjölum og einn af ástæðunum fyrir ég var með svona dag ástabréfsins var líka til að fá bara fólk til að hugsa bara þetta form, bréf, sendibréf sem að verða kannski bara eins og handritin okkar skilja eins og við hugsaum með handriti núna, þetta verður svo sjálfgeft þannig að passa upp á bréfum séu ekki brend öll og hvernig gekk dagurinn? Var mikil þáttaka? Já, það var alveg heilmikið þáttaka var alveg mjög margir sem komu og hlustu voru með erindi, voru líka búið til það var einhver sem leta okkur fá ástabréf þannig að líka bara skrifa og skapa eitthvað var stór partur af þessu og skemmtilega dagskrá fannst mér þannig að það hefnaðist mjög vel og líka svo var fólk að koma svona, bara í dag sem við getum skila ástabréfum mömmu eða ég hef með eitthvað bréf frá pappa til mömmu og nei alls ekki, við tökum við þessu alla virka daga þannig að endilega að fólk komi með það síðan mér og vita að þetta séu safngripir í raun. Já, en ekki stundum einhver vandræðagangur sem skapast sem sagt hjá fólki þegar einmitt með dánabú og bara þessi tilfinning hvað þetta merkilegt eitthvað ástabréf frá foreldrum mínum ég meina á það eitthvað erindi fyrsta lagi náttúrulega bara á þetta eitthvað erindi því þetta ekkert svo merkilega en hvað annað og svo í öðru lagi bara er ég ekki gera mömmu óleik með því að fara að setja þetta eitthvað opinbera stofnun og opinbera hennar engamál. Jú. Og ég mjög með þetta við erum alveg ofta að seilast bara inn í svona innsta tilfinningalíf fólk síðan líka vil fá dagbækur og margir vilja venda einmitt fólk frá þessu og sumir hafa náttúrulega bara sagt þá að brenna þetta eða svo veit ég að það eru kistlar þar sem stendur bara að fara með þetta kvennasusafn eftir myndag en það líka við því segir samt fólk sem er að rannsaka þetta eða skoða þetta lesta, þau eru ekki að vera bara Jóna Jónsdóttir sagði það er miklu frekar hvað orð var fólk að nota í kringu dag ástabréfsins þá var bara váka fólk var tilfinningaríkt árið 1900 eða 1910, 1920 og maður bara þannig við erum að reyna að passa að sé margrata kór í sögulegum heimildum til þess að byggja upp söguvitund þjóðar og það þarf þetta að vera fjölbreytt en það má loka söfnunum þannig að það er ekki hægt að segja nákvæmlega hver skrifaði bréfið það er að vera bara kona á 30-aldri árið eitthvað x þannig að það má alveg loka þeim með að fela hver skrifaði nákvæmlega bréfið. Og það megi ekki opna líka fyrir eftir 15 ára, 30 ára Já, akkurat, hámark 80 ára. Við erum með, það er smá svona draugaganga inn á sérstaklega til Landsbókasafns 200 ára, að þá kemur eitthvað svona lokað en það stóð aldrei hvenær mætti að opna það. Þannig að við pössum okkur, mest 80 ár. En svo líka þegar kannski er komin svona almenn vitund að það sé áhugavert að fá til dæmis kvenna inn á safnið og inn í söguna, það vantar, þú staðhæfir það að það vantar umverulega rödd kvenna inn í Íslandssöguna. Já, það er það segir líka á skjalasöfnum þá er kannski ég held samt að það sé minna en það sé 20% enga skjalasafna sé frá konum ég veit ekki alveg, það er náttúrulega mjög erfitt að segja stölu en það var nýlega komið bók dagbækur inn á handritasafni og það virkaði sem 1 af hverjum 20 dagbókasöfnum væru frá konum en ég geti rétt ímyndaði hvað er erfitt að finna raddi kvenna til að hafa í sögunni það er alveg 100% miklu færi heimildir konur. Tímamóta skráningar ekki Davís Ólafssonar og fleiri þar sem er svo stórmerkilegt að hægt að ég held hún heiti frá Deildags að þetta raunverulega sjá svona ágrip eða svona aðeins nokkur lýsingar á hverju dagbók fyrir sig. Akkurat. Til þess að því að náttúrulega til þess að leita í söfnunum þarf maður að vita eitthvað pínulítið er ekki svona... Jú, hvað það er, akkurat. Og líka eins og segjum svo að líka eru alveg söfn sem eru allir skráð. Þú veist, við vitum bara eitthvað kom með þau og það er sirka svona mikið en hvort það sé nákvæmlega eitthvað dagbóku þar þá þarf að fara og skráða og það tekur og er rosalega vannmetið. En ég var eitthvað að hugsa með mitt, eitt er það að sé komin kannski almenn vitundum að það sé þakklátt að fá gögn, bara skjöl og hverski skjöl frá konum inn á safnin, þá kannski kemur líka hugsunin
eitthvað svona tískubylgjur eða svoleiðis að núna kemur frá þér auglýsingar eða viðburðir þess að þú ert að kalla eftir sögum verkakvenna eða sem sagt kvenna sem að eða einstæðra mæðra eða eitthvað svoleiðis og þá kannski hittir þannig á að nú er ég bara búið til vandamál sem sagt en hittir þannig á að það er hérna einhver mjög svona blómleg kona eða bara borgarleg kona eða hvað að segja sem deyr og þá kannski hugsa fólki að það er engin eftirspurn eftir svona þessari rödd en er ekki svona er það ekki svolítið hluti af þessari hugmyndum þessa hina sögu að það sé einmitt allar raddir kvennana, ekki bara nokkrar heldur? Akkurat, jú, allar raddir og sem flesta raddir og mér ég notið oft meira að segja brautryðjendurnir, meira að segja Ingibjörg K. Bjarnason okkar fyrstu konu á þingi 1922 var hún kosin hennar skil að koma eitthvað 2015-2018 til að vera aðgengileg þannig að meira að segja er erfitt að ná eitthvað svona toppum í kvennasögunni þannig og áfram ég að leita að þeim og vona þau skili sér og þetta er svona langtíma náttúrulega verkefni þannig jú, alla konur og líka bara alla konur. En þetta er heil mikið samt sko svona mér veist þú hafa sagt það í einhverju umræðu og þetta er heil mikið skjalasafn mótmæla og svona raunverulega baráttu sem sagt kom það þér á einhvern veginn á óvart hvað konur hefðu verið ötular í baráttu fyrir bættum kjörum og fyrir hver aðra líka? Já, ekki ég er reyndar svona aktivist í grunninn sko, þannig í aðgerðsinn og ég var einhvern veginn svona búin að fannst mér spennandi að taka kvennasögusafni vitandi það en jú, það samt kemur á óvart að kannski oft einmitt samstaðan í kvenfélagana þrátt fyrir hvað eru ósammála. Það er náttúrulega stofna alls konar mismunandi kvenfélag þegar þeir eru ósammála og svo vilja einbetta sér að einhverju ólíkum hlutum. En svo það alltaf að koma aftur saman af því það er einhvern veginn eina leiðina þeirra í gegn að þeir eru ekki með formlegt vald, heldur bara óformlegt vald. En líka þetta bara hvað reyna bara aftur og aftur og aftur og eins og var þetta þungunarofslöggjöfina 72 þá voru rauðsokkarnir það voru skrifið þá. Þetta er bara mér finnst eiginlega ótrúlegt að það gefast ekki upp. Þú veist að alltaf verið að reyna í þeim og nefndum, leggja niður nefnd og stofna nýja nefnd án þeirra og það eru alltaf bara bonkandi upp og bara, heyrðu, hleypið okkur inn. Þannig að það er svona kannski það sem að mest ótrúlegast. Þannig það er eitthvað sem kemur þá raunverulega ekkert fram nema einmitt þegar þú lítur öxl og í einhverju skjala sögu, einhver áframhald eða saga einhverjar baráttu, til dæmis hvað tekur langan tíma að fá fram einhver réttindi? Akkurat. Já, og skjölin einhvern veginn, hjálpa okkur að sjá líka því að sérstaklega því að kvennasögusafnið þetta eru einkaskjöl, þetta er ekki ríkisskjölin. Þannig að auðvitað er þetta einhvern veginn skrásett inn í skjalasafni Alþingis, að þetta eru nefndir sem Alþingi er að búa til. En sko hvernig þær eru stöðugt að rekast á kerfið og berjast við kerfið, það kemur fram í þeirra skjölum og svo líka í þeirra minni. Og það er eins með, og ég hef sérstætt áleitt reyndir að sko eftir að konur fengu kosningarétt og að rauðsokkarhreyfingunni. Þannig að það einhvern veginn svona 30-40 ára tímabil þar sem það er kallast undir þögla tímabili sem er ekki alveg rétt sko því þær eru endalaust að reyna að berjast og reyna að komast að og verður hugsa samsköttun hjóna til dæmis og alls konar baráttumál sem eru að koma saman að þó að kannski sprengikrafturinn kemur svo fram með rauðsokkarhreyfingunni. Þannig að þöglatímabilið er alls ekki að þú kíkir í skjölin en það er kannski bara svona skjölorm hefur kannski ekki verið safnað markvisst saman og þar með Já og kannski ekki þótt eitthvað neginn merkilegt og þá er ekki skrifað það og þú veist, og ég meina, sögubækur eru bara kvenmannslausar, þú veist, og eitthvað neginn, ég vantar bara núna að hlétta þetta alveg saman, þannig að það sé heildar saga. En svo þegar þú með þeirran fókus svona, eða þessi gleru eins og oft sagt, ertu þá, sérðu ekki þessa vöntun á þessum hinum sögum svolítið bara víða? Jú, algjörlega. Og í samtímanum jafnvel? Jú, algjörlega, það er mjög, þú veist, mikilvægt og líka að sjá allar hinar sögurnar og ég hef mjög mikinn áhuga líka á og svona að skoða líka gegnum kvennabaráttunni þú veist þegar maður þannig að kvennasögusafn er þó með rými þú veist þó með og er valdatæki þú veist hvað hægt að setja út í samfélagsmiðla koma hinga og ræða
og hvað þá með einmitt, þú veist, hins einn sögu eða sögufatlara eða þú veist, og fleira að mér er svo mikilvægt að passa, þú veist, bæði að vita að ég er með eitthvað rými og eitthvað tæki og þekkingu og alls konar inn á safninu að geta eitthvað aðeins opna dyrnar inn til að búa til vettvang fyrir safninu skjala þessu tagi en líka fólki sem að tilheyra þessum hópum að það sé líka skapa þetta rými og það sé svolítið að fá að segja þú veist, hvernig eru þeirra göggskráð hvaða orð eru notu, hvernig eitthvað neginn þannig að mér það er alveg svona, þú veist, það er framtíðina, það er næstu 5 ára og 10 ára, þú veist, hvernig ætlum við að passa upp á það. Þannig að þú ert svolítið svona breyta, já, þú ert að fæst í sessi ákveði verklag sem byggist á samræðu, byggist á heilmiklu eiginlega yfirsýn og viðveru þinni og annara á þessu vettvangi sem er nú ekkert kannski mjög stór, er þetta ekki í kjallaranum í Landsbókasafninu? Jú, algjörlega og vinna með hinum náttúrulega skjalasöfnunum líka og vinna með akademíunni og fræðastarfinu og vinna líka með félagsamtökum og almenningi og það er svolítið skemmtilegt að vera eins og á Landsbókasafni þú veist að reyna, ég sé þetta líka sem svona ákveðin brú á milli mismunandi hópa og það var eins og það sem ég var að reyna að gera með þetta í ástæðbréfsins að fá þú veist, akademíuna og fá þú veist, rithöfundana og fá almenning og einhvern veginn búa til svona vettvang þar sem þetta getur mæst í einmitt svona skapandi samtali. Ok, þetta er greinilega samt svo mikið verkefni, ég menn þetta er það mikil vöntun og það eru svo margar eyður og hérna og þú nú þegar veist af sem sagt, svo mörgum gögnum sem þarf að skrá og hérna að þú þyrfti kannski að fá einhvern liðsauka eða hvað? Já, mér er það líka eitthvað sem ég er að hugsa mjög mikið þannig að þú veist hvað þess að færa vera til og er til en þess hvað þarf til að blómstra og þetta er fólk að Landsbókasafni alveg að hjálpa, skiljur, og aðstofa mig og hérna, og ég vinn með þeim og það vantar ekki en einmitt, það vantar bara liðsauka og ég reyna kannski þá bara að ríkisvaldið taki einhver ábyrgð á hvað hérna er verið að setja í hvort það sé hægt að hafa meira starfsfólki að skrá eða vera einhvern veginn. Finnst þið vera skilningur svona almennur á því eða er meiri skilningur bara á því að þegar það er einhver hátíðisdagur að allir taki þátt þá kannski en ekki þetta svona stöðuga starf sem þarf að eiga sér staðlum í skráningunni? Nei, akkurat, ég held að það sé mjög vanmatið og líka sko hérna þú veist það er auðvelt ég get sótt alls konar styrki fyrir sérstakar daga, fyrir sérstakar sýningar en bara þetta venjulega, bara daglega er hérna þú veist, er að finna styrki fyrir og og finnur þið fyrir stundum svona eins og bakslagi í viðhorfi að þú sækir styrki eða ert að tala þitt starf og eru einhverju sem segja svona er þetta ekki bara komið, þú veist, er þetta ekki heldur betur jafnrétti bara komið, þarf eitthvað að vera að grafa upp einhver gömul, þú veist, engaskjalasöfn og líka bara akkur að vera ennþá með fókus á kvennasögu er það ekki bara barnsins tíma og erum ekki bara komin eitthvað lengra en ég vildi óska þess að við erum komin lengra en við erum bara alls ekki komin lengra og hérna, og það er svo áhvert að sjá hvað er auðvelt að hafa kvennablindu auðvelt að sjá ekki mikilvægi sko kvenna til samfélagsins, þú veist bara hvað þær hefur lagt til samfélagsins og þú veist þetta vantar ennþá í sögubækur í grunnskólum, í menntaskólum þú veist þannig að ég held að sé alveg ennþá verk að vinna á sama tíma og þú veist og það líka að hugsa og opna og alla hina söguna þannig að ég held að við erum líka, þú veist, ég ætla ekki að maður lætur bara ekkert segjast skilja og heldur bara áfram og jafnvel einmitt sumirrættir segja að það sé, þú veist ákveðin skekki því að vera einblína á kvennasögu þegar þurfi kannski að einblína bara á sögu allra þeirra sem eru til dæmis í lægsta sem sagt svona jaðarfólk samfélagsins að það sé einhvern veginn þá kannski skekki að vera einblína á konur, hverju svarar því? Já, ég segi að þetta helst í hendur við gerum þetta saman og það er alveg, þú veist það vanti nöfn kvenna í söguna starfsheiti, ég held að fólk veit ekki þú veist, konur unni hérna bara baki brotni í alls konar störfum, þú veist, skilur alla 20. öld, svona nútíma hérna samfélagi, fólk veit ekkert að því, það heldur bara konur að hafa verið heima að vinna á heimilunum, en það voru líka brot á vinnumarkaði og við vitum það valla, þannig að þú veist, það þarf að koma því meiri í gegn, en svo líka þú veist, þetta er ekki svona zero sum, þetta er ekki þannig að kvennasagan fá meira að þá fái, þú veist, einhvern veginn jaðarsagan minna, alls ekki held ég, þú veist, ég held að það haldist í hendur og fara svolítið fram og við saman. Ég held að, einhvern veginn finnst mér það nú svona, sagan hafi sýnt það sko, að svona barátta sé ekki á kostnað einn jaðarhópur sem berst fyrir
sýnileika og réttindum sé á kostnað annara en það hins vegar oft svona í samtímanum ákveðin tilhneiging til þess að setja upp sko baráttu á milli. Já. Eins og til dæmis bara núna þú veist, það var svona kannski ákveðin orðræða sem að frá stjórnvöldum fyrir einhverju síðan sem að reyndi að etja saman þá annars vegar innflytjendum og hins vegar þeim sem að þurftu á hjálp sem voru byggu á Íslandi þegar. Þannig að þeir sem komu var að taka frá hinum eða fara fram fyrir röðinu og svoleiðis. Það er að segja þetta sé ákveðin hugsunavilla en það er líka held ég óvægt. Þú veist, það er bara líka verið, held ég, bara vísvitandi að etja fólki saman í einhverju baráttu og þá byrjum við að rífa hvort annað niður í staðin fyrir að vera að byggja upp. Þannig að ég held að við þurfum bara að láta ekki segjast, sko, þú veist, það er, ég takk ekki þátt í þessari orðræðu. Það er líka með eins og transmál og kvennasögu og einhvern veginn eins og sé verið að ganga á réttindi kvenna ef að, þú veist, transfólk og transkonur fá okkur auki réttindi og þetta er bara svo mikið bull, maður á bara ekki eins og, já, það skifir bara heit. En það er já, þannig að þess vegna finnst mér svo mjög mikilvægt að vinna saman þvert á alla þessa málaflokka. Hvað finnst þið núna svona, getum ekki annað en þannig öskudagur í dag, ég veit ekki hvaða svona öskudags aspekt af umræðina við getum Já, ég er myndi alltaf að fara að finna núna þegar ég kem tilbaka í vinnina öskudagspoka sem kvennalýsning gerði sem eru með sko slagorðum inn í pokanum og þær voru hengja á, ég veit ekki alveg hvernig það er notið pokan, en hvað var öskudagspokana? Það er svona, já. Það er svolítið spennandi að endurvekja þá. Já. Ég fekk einhvern tímann öskupóka í þjóðminnasafninu. Já. Voðalega svo fallega saumaðir og... Einmitt. En... þetta er svona handverk og gefur sér tíma í að búa til eitthvað. En er eitthvað svona... Myndið þú geta sagt svona eitthvað alhæft að það sé eitthvað sem einkenni þessa sögu og þessar sögur eða þessa sögu sem að hefur ekki verið skráð og virt jafn mikið. Er eitthvað svona sem hefur komið þér á óvart eitthvað einkenni, þetta er rosa stór spurning svona. Þú veist þessi samtakamátt, þú minnist á samtakamáttin. Já. Það er reyn að því það er verið að tala, það sem að mér finnst svolítið skemmtilegt að horfa á er að þegar þeir tala um skautin, fólk sem er með að tala saman, ef það er ósamlega þá er bara einhvern veginn getur ekki talað saman en þú veist, það hefur ekki verið þannig í kvennabaráttunni. Þú veist, þær voru svo ósamlega oft og að reyna að ná völdum að hver annar innan kvennendafélagsins eða eitthvað en þú veist, en það ná samt saman, það ná að tala saman þú veist, það rífast og finnst þú veist, hverjunur ekki vera einhvern veginn að gera rétt en svo þú veist, náður að tala saman, reyna að vinna, komast einhverju niðurstu, íta einhver áfram þegar á við og svo þegar þú veist, þú kemur að því að skrifa minningagreinar þú veist, þá skrifaðar minningagreinar þær sem að voru kannski ekkit endilega alltaf sammála þú veist, en þú veist, kunna meta hafa verið saman í að íta áfram einhverjum hluta málaflokknum sko. Þannig að það sem við kallast heiðursmanna attitude eða svona heiðursmanna það kannski þarf að finna eitthvað heiðurskvenna samkomulag að virða sem sagt bara virða hina sem eru með þér í baráttunni þóttar séu ósammála. Já, akkurat, algjörlega. Og svo náttúrulega einhverju tímpúndi það virkar innan stórsmengis en svo náttúrulega líka kannski alveg hægt að falla út fyrir það mengi og vera bara alveg óvinnir. Eða þú veist, ég veit ekki eins og ef ykkur var fasist eða eitthvað líka. En þannig það er svona það sem ég finnst mjög áhugavert. En svo ég held við þurfum bara að rannsaka alla þessa sögu þú veist, saman og eitthvað neginn. Hvað er það sem þú er mestan áhuga svona sjálf á núna? Sko ég er að skoða mest stjórnmálasögu kvenna persónulega bara. Já, ég er að skoða mest svona stjórnmálasögu kvenna og er að skrifa grein sem heitir Félagi kona og fjallar sósíalistaflokkin fyrri og konu sem er að reyna að komast þar til valda og líta á sósíalisman sem bara tæki til að jafna stöðu kvenna og karla og en svo er það orðið mjög þreyttar að reyna að kenna köllunum að það sé mjög mikilvægt, þeir vilja alltaf gera eitthvað annað fyrst sko. Þannig að það er eitthvað sem ég hef mikið áhuga en svo líka hef ég mjög mikið áhuga á svona ævisögulegu rannsóknum og mæðrastyrksnefnd og Laufey Valdemarsdóttur sem að skrifa það, þannig það er eitt og svo er svona hinsegin saga líka mjög áhugaverð og ég er að reyna að vinna töluvert með þeim
rannsakandum og hópum, já. Þannig við erum vel. Það alveg nóg að gera Það svo mikið að gera, það svo gaman. Svo ertu tvekja fata móði náttúrulega og sinnir ýmsu öðru. Þannig að það alveg, og þú ert með, viltu segja okkur aðeins frá, bara lokir frá erindinu sem þú ert með á morgun í bókasafni Garðabæjar. Já. Við Garðatorg 7. Akkurat, það bara opin viðburður og bara verið allir velkomin. Það allir bara að tala kvennasögursafn og hvað það kemur og hvað það að gera og taka eitthvað svona dæmum úr sögunni. Og það sem við erum ég líka oft svona bæli þú veist, maður segjum oft söguna út frá okkur einstakling að það alltaf eitthvað hreyfing ofta bakvið. Já. Og svo finnst mér svo gaman á svona viðbruma því þú veist, svo svolítið spjall í lokin og fólk, þú veist, við getum tala svolítið saman og fengi nýjar kannski sína á ykkur mál. Já, þú skrifaðir einhvern tímann að einmitt að þú tækir eftir svona einhvers konar lífrænni hreyfingu í kringum viðburði eða svona ákveðna sögulega viðburði og svo má eiginlega sjá það í kringum þína viðburði og sem að þið skipulegið að það mjög svona lífrænt orðin tengsl á milli, það orðið svona svolítið net, það ekki? Svo núna þetta kvennaár, við verðum að minna á það, aftur. Og þá verða mjög margir viðburðir. Akkurat. Og þú kannski mönt að skjalfesta það eitthvað? Já, ég oft og ég byrjaði að vera svona mikið sem kvennasögursafn inn í kvennabaráttunni líka til að vera bara svona í skjalavörður, þú veist, þú safnar skjölunum, passa upp á skjölin, minna á skjölin og svo fekk ég oft að heyra, við erum satt ekki allir í fortíðinni, Rakel, við erum hérna reyna fara fram en það er líka svo gaman bara að kynnast þú veist, öllum þessu fólki og mismundu félagsamtökum og vera í samtali, En getum við bent á fólki á þennan fyrirlestur á morgun, 50dag, í bókasafni Garðabæjar og Garðatorgi 7 mars, klukkan 7. Það bara spurning akkur út í bókasafni Garðabæjar en ekki í kvennasögursafninu. Þau báðum að koma. Já, það svoleiðis. Og það líka eitt, að fara eitthvað annað út fyrir 107. Já, þessi af miðjun sögunar að fara líka út á land sem þetta Garðabæjar. Já, það var náttúrulega gaman að fá bara svona ferðast taka bara hring landið. Já, ef það eru til og með fleiri þá náttúrulega virkilega en það var nú verið að eiginlega mælast til þess í gær held ég eða núna að leggja ákveðin sparnaður í safnastarf á Íslandi sem var svona frekar mikil vonbrigði. Já, þetta svona akkurat. Ég líka þú samstarf skil ég mjög vel. Við erum öll að vinna miklu meiri saman, við þurfum ekki öll að vera að skrá sama einhvern veginn í öllum hótnum en samruni ekkert endilega að fara að spara okkur jafn mikið á fólk heldur. En ég held að það sé samt alveg kannski að endurhugsa margt en ég vona að þau ætla að gera það, þetta voru tillögur, það vantaði þarna ýmislegt, það var ekkert minnst á kvikmyndasafnið eða þjóðskjalasafnið, eða skilju, þannig ég vona að þau fari svolítið vel í ígrundaða vinnu hvernig á að leysa ýmislegt. Og vonandi líka átt að segja á því að það mjög mikilvægt núna þegar við erum að berjast fyrir okkar lýðræði og þegar það svona ákveðin ógn frá fasískum stjórnmálaöflum í heiminum og hjá okkur að þá raunverulega að svona skjalavarsla skiptir máli. Það ekki svona aðgreint fortíðin og svo samtíðin og framtíðin. Þetta raunverulega eins og maður sér að það verið að reki ýmis fyrir réttillum ýmis baráttumál og bara málaferlið. Þau væri ekki til nema af því það eru heimildir. Akkurat, og það þetta skjalfesta og ég held að það sé engin tilviljun ef við förum aðeins seinna yfir hafið og tölum Trump pínlítið þá, en eitt af fyrsta sem að gerði var að reka þjóðskjalavörðin. Ég held að það engin tilviljun. Þannig að það þannig að þetta óslega mikilvægt. Mér finnst líka lýðræðislegt að hafa mismunandi þess að mér þætti ólýðræðislegt að það væri bara eitt skjalasafn ríkisins. Þú veist, það líka bara pínu hættulegt og þess vegna líka voru borgarskjalasafnin sem búið leggja niður og héraðsskjalasafnin. Þú veist, en það þarf að vera, held ég, þú veist, til þess að hafa svona accountability på ensku, þú veist, þá þarf að hafa aðeins mismundi sjónahótt líka en samt svo, þú veist, þetta spara ýmsir að vinna saman og Jú, við skulum ekki dæma þessar tillögur alveg fyrirfram en það alveg rétt að samvinna mjög gott svona finnst manni fyrir lýðræðið en samruni í eina stóra stofnun kannski ekki svo gott allan að þarf að skoða það vel. Akkurat, og ég skil ekki alveg af hverju nú ég búin að vinna í 8 ár og það hefur aldrei verið svona samræðu vettvangur allra okkar sem eru að vinna í svipuðu málaflokkum sem að við erum öll
öll hjá sama ráðuneyti. Af hverju erum við ekki með, þannig að í raun samvinnan ekki, þarf að koma þá bara alveg frá okkur í grunninn og við höfum ofta ekki alveg tíma því við erum bara að reyna að hamast í okkar daglegum verkefnum. Þannig að mér finnst að ráðuneytin megi alveg taka til sín hvernig þau geta passað upp á að sé samræði grundvöllur og samræði vettvangur. Að byrja þar bara. Já, byrjum þar. Já. En svo er kvennaganga á laugardaginn. Já, ofsalega mikilvægt, já. Samstöðu kvennaganga og og bara alveg ótrúlega mikið viðburðum á laugardaginn. 8. mars náttúrulega ekki alltaf á laugardagum en það hefur ekki alltaf verið svona mikið og það er ótrúlega hvernig það er svona safnast upp og saman og það er eitthvað svona skriða í þessu öllu. Meira svo bara og listasöfnin eru með viðburði líka sem er ótrúlega spennandi og bara þannig að það er mikill kraftur á mörgum svona ólíkum sviðum í kvennabaráttunni í dag, er það ekki? Jú, akkurat. Rakel Adolfsdóttir, fagstjóri Kvennasögusafns Íslands og sagnfræðingur og skjalavörður. Þú bendir hlustendum og áhorfendum á að það er opið hús hjá þér, er það ekki í þjóðabókluðinni? Jú, stundum er ég svona í viðtöluðum eins og hér og svona, ágætt að heyra mig fyrirfram og en og ég tek við hópum og með kynningar og alls konar. Og svo ertu með fyrirlestur á morgun í Garðabæ. Kæra þakki fyrir að koma í tilefni og segja okkur frá Kvennasögusafni Íslands sem fagnar 50 ára afmæli í ár og til hamingju með afmælið. Takk fyrir. Og takk fyrir starfið og við þökkum hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu, Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa spjallinu yfir til ykkar og svo höldum við bara áfram umræðinni hérna við rauðaborðið eftir smá frímínútur. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.